Komið sæl og blessuð og sælar og blessað kæru meyjur. Það komið að meyjunni og hér höfum við spilin fyrir vikuna framundan. Ég vona að þið sjáu þetta svona nokkurn veginn og við skulum sjá hvað vikan hefur að geyma fyrir ykkur. Það fyrsta sem ég tek eftir, kæru meyjur, er að þessi vika verður svona efnislega sterk, jarðbundin orka mikið hérna á ferðinni og spilið sem er ríkjandi fyrir næstu viku hjá okkur táknar stjórn og framkvæmdasemi. Þannig að kæru meyjur, að þið eru í einhverjum framkvæmdum eða fyrirhugðum framkvæmdum, þá lítur út fyrir að þið svona takið svona eitthvað skurk í því. Vinnusemi og metnaður hefur lengi einkennt meyjuna og það er líka orka sem er hérna gjaldandi fyrir næstu viku. Meyjan reynir alltaf að vanda sig í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur og ef þú vilt fá einhvern til að gera fyrir þig verk sem þarf að vanda til, þá er meyjan rétti aðilinn af öllum stjörnumerkjunum, óljósstöðum, hinnum. Afsakið. Meyjan er búin að vera að fást við að halda lífi sínu á réttum kili, skulum við segja. Ekki endilega á mjög neikvæðan máta, en það er búið að vera svolítið svona tvísýnt hvernig hlutirnir munu fara. Það getur verið í fjármálum, það getur verið varðandi bara verkefni sem að meyjan hefur svolítið verið að reyna að vega og meta hvað hún eigi að setja í forgang og hvað má bíða. Varðandi fjármálin þá getur þetta verið það að meyjan sé að láta enda ná saman og sjá hvernig hún geti gert það. Og mér sýnist bara hafa tekist vel til undanfarið og meyjan með sinn svona innri styrk og með sitt með sína skýru sýn og þetta vit sem hún hefur, þá hefur tekist að halda vel á spöðunum. Og í dag sýnist mér hún vera að vinna vel úr öllum hugmyndum sem hafa verið upp á borðinu undanfarið. Meyjan er svolítið, hvað á ég að segja, hún er svolítið með hugan við heimilið, jafnt eins og fjármálin og alla þessa praktísku hluti þessa dagana og er að vinna svona ákveðna sigra í þeim málum, heimilismálum, húsnæðismálum og fjárfestingum sem að hérna er mjög jákvætt að sjá. Framundan er skemmtilegur tími með einhvers konar áskorun. Meyjan er svona að mestu leyti ekki mikið fyrir áskoranir. Hún vill hafa hlutina í föstum skorðum, hún vill vita hverju hún gengur að, en einstaka sinnum þarf hún þá að horfast í augu við það að taka
stökkið og það mun verða núna á næstunni orkan sem kemur til hennar. Og það varðar einhvers konar samskipti við, það getur verið einn af hennar nánustu eða aðili sem henni þykir vænt um, og þessi aðili kemur með einhvers konar jafnvægi inn í líf hennar, jafnvægi sem að meyjan hefur lengi þráð en hefur þurft að hafa svolítið mikið fyrir því að tryggja. Þetta jafnvægi getur snúist peninga, þetta getur snúist lánamál, þessi orka að hafa jafnt vægi á milli þess að gefa af sér og að þiggja af öðrum. Það er sú orka sem er að koma inn og þetta er mjög góð orka fyrir meyjuna. Þetta er jarðbundin orka sem hentar henni vel og þið, kæru meyjur, gætu verið einmitt að fara í einhvers konar fjárfestingar sem að er alltaf svolítið erfitt fyrir ykkur vegna þess að, eins og ég sagði áðan, ykkur er illa við að taka sénsa. En hérna virðast hlutirnir allavega að vera í það föstum skorðum að það ætti ekki að vera vandamál. Mér sýnist þetta ætla bara að svona leysast mjög farsællega. Þið, kæru meyjur, þurfið svolítið að vara ykkur á þessum tendensi ykkar að vera of mikið á varðbergi. Gagnvart fólki, gagnvart orku, gagnvart tækifærum sem koma til ykkar. Þetta svona er allt svona sama meiði og það sem ég var að tala áðan. Ég er að fá hérna ábendingu að þið verið að gæta ykkar á því að vera ekki alltaf að líta öxl. Það er eiginlega það sem að líta öxl og vera í svona varnarstöðu. Þetta getur verið hjá mörgum ykkar eitthvað gamalt munstur sem að þið eigi bara svolítið erfitt með að stíga út úr. En svona heildina litið þá líta spilin ykkar, kæru meyjur, ljómandi vel út fyrir næstu viku. Og þessi áskorun sem er framundan eða þetta tækifæri sem að verður til þess að þið þurfið svolítið að sleppa takinu og bara taka stökkið. Þetta verður ykkur til gleði og gagns. Þannig að reynið, kæru meyjur, að þið mögulega getið að horfa jákvæðum augum fram í vikuna og allt sem varðar samskipti við aðra hafið þið það á jákvæðu nótunum. Já, og elsku meyjur, verið þið opnar fyrir þessu sem ég var að tala þessum tækifærum eða þessu tækifæri til að gefa og þiggja. Ef þið vil verður leita til ykkar með einhvers konar verkefni og þið eru nú yfirleitt hjálpfúsar og bóngóðar, þannig að ég sé nú alveg fyrir mér að þið, kæru meyjur, segið já. En síðan þegar viðkomandi þakkar fyrir sig, þá verð ég líka að segja já við því. Það er eiginlega kjarni málsins hérna. Þannig að já, flott vika hjá okkur, kæru meyjur, og mig
mikill stöðuleiki. Síðan ætla ég að draga hérna annars konar spil fyrir ykkur og sjá hvaða önnur orka vill koma hérna. Vá, ég segi nú ekki annað að þetta er fallegt. Þetta græni liturinn í þessum spilum kallaði á mig strax. Grænni litur hjartastöðvarinnar og hér höfum við hjartastöðina, orkuspilið fyrir hjartastöðina sem er 4. orkustöðin. Erkiengillinn Rafael tengist hjartastöðinni þar sem hann er engill kærleika og heilunar. Afskaplega fallegt ferðalag. Það getur verið eiginlegt ferðalag sem ykkur verður boðið í og ég tengi það við tækifærið sem var hérna framundan fyrir ykkur áðan. Ég segi enn og aftur að þið þurfið að vera opnar, elsku meyjur, fyrir því ef að þið fáið tækifæri til að ferðast eða til að fara í heimsókn, kemur hérna líka. Þessi kona hérna sem heldur á hjarta, þetta getur verið áminning fyrir ykkur, varðandi það sem ég var að segja áðan, að opna hjart ykkar fyrir því sem að koma til ykkar. Því það eru margir fallegir hlutir, bæði hérna, varðandi það sem ég sagði áðan, að gefa og þiggja og eins í samskiptum, falleg samskipti, kærleiksrík samskipti. Þessi kona getur táknað konu í ykkar lífi sem að þykir afskaplega vænt ykkur eða ykkur þykir vænt getur verið á báða bóga. Og þetta er kona sem að þessi orka sem fylgir þessari konu bara eins og spilið segir til hjartaorka, kærleiksorka. Þetta þarf ekki að vera kona eða manneskja, þetta getur verið orka sem að þið eruð að fara að taka á móti. Mjög fallegt, kæru meyjur. Þannig að í viðbót við stöðuleikan mikill kærleikur framundan í næstu viku. Já, eitt spil enn fáið þið hérna. Þetta spil boðar ykkur og færir ykkur velgengni. Þetta er sigurhliðið. Að sýna ykkur að velgengni í lífi ykkar og að opnast og aukast í ykkar lífi. Mjög fallegt. Velgengni getur falist í svo mörgu. Það er bara spurning hvað er velgengni fyrir ykkur, kæru meyjur. Hjá einhverju meyjum getur velgengni falist í peningalegri velgengni, fjárhagslegri, velgengni í starfi, svo getur verið velgengni í einkalífi, þetta getur verið á hvaða sviði sem er. Njótið þess og þetta hliði opið, þannig að það sem þið þurfið að gera er bara hreinlega að ganga í gegn og bara passa að loka ekki hliðinu. Og ekkert vera að loka því á eftir ykkur heldur því að kannski kemur einhver á eftir ykkur sem að stígur líka inn hliðið. Hver veit. Vá, það er bara sigur ganga fyrir ykkur, kæru meyjur. Í þessari viku eða
framundan. Næsta spil tengist fyrir líðum og þetta getur verið orka sem hefur fyllt ykkur úr einhverju öðru lífi. Ef við erum þannig þenkjandi, kæru meyjar, og þetta getur líka verið eitthvað sem þið hafið velt mikið fyrir ykkur í þessu lífi, vitið ekki alveg hvaðan það kemur. Svo getur þetta verið spil sem vísbending verkefni eða erfiðleika í þessu lífi sem þið eruð að kljást við. Sjáum. Já, það einkalíf, ástalíf, sambönd. Ef til vill eruð þið að kljást við erfiðleika í samböndum ykkar í dag og svo ykkur kannski þykir nóg Það getur verið eitthvað sem ekki hefur gengið vel í ykkar fyrirlífum og eitthvað sem þið eruð að reyna að vinna úr. Einhvers konar, skulum segja, karma sem þið eigið erfitt með varðandi sambönd. Síðan getur þetta verið samband í ykkar lífi í dag sem þið hafið stofnað til í einhverju fyrralífi og þetta samband að koma aftur upp í lífinu í dag. Ef til vill kynnist þið manneskju eða hafið kynnst manneskju sem ykkur finnst þið hafa þekkt áður. Ykkur sem bara ykkur finnst þið vera ykkar sálufélagi eða hvaða orð sem við getum notað yfir það. Og mér finnst koma jákvæð orka með þessu spili sem segir mér það að ef það hafa verið erfiðleikar til staðar þá eru þeir að leysast. Og ef ég tengi það líka inn á bara orku allra spilana og alla hjarta kærleiksorkuna sem við fengum hérna áðan. Og ef engir erfiðleikar eru til staðar þá finnst mér þetta vísbending að bara nú eitthvað að fara að ske í ykkar ástarlífi, kæru meyjar. Þannig að bara til hamingju með það. Og það ef til vill hliðið sem þið eru að fara að ganga hérna í gegnum. Að þið eru að upplifa einhvern mikinn sigur eða að eitthvað sé að leysast loksins varðandi þessi mál hjá ykkur. Þið eiga svo sannarlega skilið, kæru meyjar. Þetta verður síðasta spili ykkar í dag og ég vona svo sannarlega að vikan verði ykkur góð. Þannig að ég ætla að kveðja og senda ykkur ljós og kærleika.